Kæri tvíburi, þá eru hér komin önnur spil fyrir þig. Dálítið öðruvísi heldur en í hinum lestrinum. Hérna ætlum við að kíkja aðeins á tilfinningalífið. Kafa pínulítið undir yfirborðið og sjá hvort það sé eitthvað sem að hægt sé að gera til að líða betur ef að líðanin hefur ekki verið nógu góð. Það sem ég sé hérna er einhvers konar mat eða dómur sem að er svona kannski undirstaðan að pínulitlu óöryggi hjá þér, kæri tvíburi. Þú ert ef til vill alltaf að vega og meta gjörðir þínar, hvort þú sért að gera nógu vel, hvort að það sem að þú ert að leggja mörkum sé nógu gott, eða að þér finnst eins og aðrir séu að dæma þig og kannski að ósekju eða of hart. Spilin sem koma hérna með þessu er þetta hérna spil samkeppni. Ert þú að keppa við einhvern í þínu lífi, kæri tvíburi? Eða ertu bara stöðugt í samkeppni við sjálfa þig? Alltaf að reyna að ná toppnum, alltaf að toppa þig, vera betri en aðrir í kringu þig, gera meira, hlaupa hraðar. Þetta getur valdið í að það verði svolítið ójafnvægi á sjálfsmatinu þínu eða sjálfsmyndinu þínu. Ef til vill er þetta eitthvað sem að þú ert vanur og finnst bara að þetta sé það sem að fólk eigi að gera. Það er að segja að vera alltaf að keppast einhver titil eða athygli eða keppast við að vera mestur og bestur, skulum við segja. Svona samkeppni í samböndum, nánum samböndum, getur verið mjög niðurbrjótandi. Þannig að vonandi er það ekki það sem er í gangi hjá þér. En þriðja spilið sem kemur hérna, kæri tvíburi, það er spil sem táknar vanrækslu eða ofbeldi einhvers konar. Ef til vill er það eitthvað sem að þú hefur upplifað í æsku eða í þínu sambandi. Og við sjáum hérna lítið barn sem heldur fyrir eyrun af því að væntanlega foreldrar eru hérna að rífast. Þetta er svona mjög kannski algeng mynd sem hefur ef til vill meiri áhrif á börn heldur en margir átta sig á. Það gæti hafa verið einhvers konar óheilbrigð samskipti í gangi í fjölskyldunni þinni sem hefur valdið að þessu óöryggi og þessari þörf fyrir að vera sífellt að vega og meta hvernig þú gætir orðið betri. Ef til vill hefur búið eða býrði við sektarkennd og kennir sjálfur þér hvernig hlutirnir voru. Og það getur verið að ef að þetta eru foreldrar, að þeir hafi verið í samkeppni sín á milli eða keppast einhvers konar ást og athygli. Og þetta hefur sent þér svona svolítið skökk skilaboð í gegnum tíðina. Þetta þarf ekki að vera alvarlegt ofbeldi þó hér standi abuse. Þetta getur líka verið bara, eins og ég sagði,
áðan svona rifrildi og ósamkomulag og þrætur. Það getur verið nóg fyrir lítið barn að upplifa það sem ofbeldi. En að vega og meta sjálfan sig, dæma sig of hart, það getur verið mjög neikvætt fyrir sjálfsmyndina. Ég ætla að taka hérna áfram nokkur spil og sjá hvað við fáum varðandi það að bæta hlutina. Þarna kemur bara fæðing, að fæða nýtt líf, að fæða nýja sjálfsmynd, bjartari sjálfsmynd og að stíga yfir vandamálin, að rísa yfir vandamálin. Og síðan er það bara, almættið, andinn, spirit, hvernig sem þið viljið þýða það. Hér er sem sagt verið að taka á málum með jákvæðni, ákveðni og því að láta ekki erfiðleika eða erfið verkefni draga sig niður, heldur að hífa sig svolítið upp, horfa á hlutina í stóra samhenginu, gera bara sitt besta og hafa ekki áhyggjur af því hvað öðrum finnst og síðast en ekki síst að taka einn dag í einu. Það er að segja að hafa ekki of mikið, hafa ekki of stóran pakka, skulum við segja, í einu að bera. Búta hlutina niður og vinna þá svolítið jafnt og þétt og setja sjálfan sig í forgang að sjálfsögðu. Ástæðan fyrir að ég held hérna fyrir með fingrinum er svo að það má ekki allt sjást hérna á YouTube. Það eru svolítið strangir varðandi hvers kyns nekt, að jafnvel þó að þessi teiknu nekt. Ég hef allavega heyrt það, bara þannig að þeir fara ekki að loka á vídeóið. En það er hérna að fæðast, sko fyrir einhverja ykkar kæru tvíburar gæti þetta hreinlega verið að þið séuð að losna úr einhvers konar fjötrum. Manneskjan hérna sem er sýnd hérna í miklu björtu ljósi, hún teygir sig móti himninum, eða teygir sig til himins og er pínlítið eins og hún sé frelsinu fegin. Nú veit ég ekki nákvæmlega hvaða fjötrar það eru í þínu tilviki, en þetta gæti verið bara fjötrar hugans ef að þessar áðurnefndu erfiðu tilfinningar hérna og sjálfsmats hugmyndir þínar hafa verið að toga þig niður, þá gæti hér verið hreinlega eitthvað nýtt að fæðast. Það er að segja að þú ert að fá nýja mynd af sjálfu þér og ert að kasta frá þér gömlum fjötrum. Nú þetta spil minnum alltaf á manneskju sem er í hugleiðslu og er að tengja sig við svona sína æðri leiðbeinendur sem að síðan hjálpa henni að lyfta sér upp. Spirit er bara spil sem að segir okkur, eða minnir okkur á hver við erum.
Hann er hérna með fugl á brjóstinu sem að tákna svona nokkuð skonar, já, kannski frjálsan vilja sem hann er að sleppa lausum. Þetta spil er að minna okkur á andlegu hliðin okkar, sálin okkar sem að er stærsti parturinn af því hver við erum. Við erum sál í líkama og þessi fugl getur líka staðið fyrir sálina, nú eða bara það sem þér finnst hann standa fyrir. Þetta er allavega, það er svolítið mikið svona frelsi í þessu spili, eins og í raun og veru öllum 3 spilunum ef að vel er að gáð. Þá er einhvers konar losun úr fjötrum. Þannig að ef þú ert að losna hérna úr fjötrum, kæri tvíburi, þá er þetta nú aldeilis góðar fréttir og rísa yfir vandamálin. Birtan og ljósið í þessum spilum er líka bara einstaklega skært og fallegt. Þetta spil minnir þig líka á að tengja þig við þína leiðbeinendur eða þína engla og biðja þá aðstoð ef að þig skortir einhver tíman stuðning, þá eru þeir boðnir og búnir svo lengi sem þú biður hjálpina. Og einnig finnst mér vera í þessu spili svona ákveðin uppljómun eins og í spilinu hérna við hliðina á. Það er að segja þetta er einhvers konar uppfærsla á orkunniðinni. Þessi manneskja er færum að veita öðrum af sínu ljósi. Hún stendur þannig eins og hún sé að breiða út faðminn, bæði til að taka á móti ljósi og eins til að stafa því frá sér til annara. Og manneskja sem er í þessari stöðu að geta þetta, hún er rík. Og ef þetta er þú, kæri tvíburi, þá ert þú vissulega að taka eitthvað mikið þroskaskref fram á við og þú ert að losna úr ákveðnum fjötrum fortíðar sem að kannski komi í veg fyrir að þú gætir tekið á móti þessari miklu orku sem að býðst þér núna. Þannig að ég held að hér sé tilefni til að fagna. Losa þig úr þessum samkeppnisgír og því sem að hefur verið að halda aftur að þér hingað til að vera alltaf og sífellt að bera þér saman við aðra og muna bara hver þú sjálfur ert, stíga svolítið út úr erfiðleikunum, lyfta þér yfir það og biðja aðstoð við að leysa verkefniðin. Það held ég sé svona aðal skilaboðin hér. Kæri tvíburi, ég held ég hafi þessi orð ekki fleiri í þetta sinn. Ég óska þér alls hins besta með öll þín verkefni. Ljós og kærleikur.